siamo gente di pianura. Býtu Hvað að gerast? Og ég held að ég var að henda í íslenska jólulagi þannig Wow. Þetta skal ég segja Þetta Umberto Tozzi Já, býtu og sem sami og syngur Glóríu Já, hann gefur út þetta lag 87, þetta Eurovision-lag Ítala 87 Umberto Tozzi með 2 setum Vel gert og þetta kunnumst við heldur betur við hérna Vít fyrir einn þegar hann nálgast fyrir jól Gente di mare Persene va. Þetta kallir minn, þetta ítalskt Eurovision-lag sem var það íslensku jólalagi Lítur ekkert út eins og Ítali, þetta eins og Íri nei, Umberto. þú ert örugglega að skoða vitlaust Já, nei, ég held ekki Þetta hann Já, hann Þetta er er reyndar, ekki já, hann hefur elst hann hefur elst stolti kallinn sko það vantar ekkert, það er nú bara aldunni nær okkur öllum á endanum held ég Svo er hann með Moniku Micheletto sem er bara mest í Ítali sem þú finnur en heyrðu, kæri hlustendur þið eru að hlusta á Pingjuna 20. desember Já, nú, já ársreikningur, annan föstudaginn í röð banka jólun á dyrnar Já, heyrðu, þetta er annan föstudaginn í röð við verðum með dálítið skemmtilega uppröðun á gestum hérna, það verður gestagangur hátíðarnar 27. og svo þriðja, ég veit nú ekki hvort það sé partur á hátíðinni en þriðja í er jólum ekki talað að jólin séu búin á 13. 7. Jú, þriðja í jólum, þá erum við vanlega mjög þunnir Já, þetta er þriðja jólin Það ekki Gætum orðið slappir hérna, við verðum með frábæra gesti á öllum líkindum Þarna, ég er allt í bígerð ennþá. Ég er að djöflast í mér hérna En hvað syngur annars? Bara gott, bara gott Stórfyrirtæki í dag Já, sennilega svona með þeim stærri í sínum geira sem ekki er á markaði eða þú veist, stærsta, bara í rauninni held ég örgulega með stærri óskráð Já, bara með stærri óskráðum á landinu Já Innes maður Við hefum nú sko Ætlar að renna bara strax inn í þetta eða? Nei, ég bara svona aðeins að smá formúli á þessu Já Ég meina spurningu fyrir því Já Fannst einhverja mynda af stofnandanum? Ólafi Björnssoni? Já En hann, sko, það komu nokkrar myndir en ég er nokkuð viss mínu sök að ég er nefnilega hinn gæinn rétta mann Magnús Óli, hann frontar þetta bara frá A til Ö sko. En það komu upp myndir af nokkrum mönnum hérna þegar ég googla Ólafi Björnsson Vítu, er það þessi? Já, þetta er hann Wow Er það ekki það? Jú, getur verið Jú, ég held að þetta er algjör huldumæður Nei, þetta er eitthvað fasteignarsali sko Þetta er ekki hann Ertu að ljúga þessu? Já, þetta er ekki hann Þið er kannski bara ekki til mynd af manninu með það Ég eitti svona klukkutíma á tímarit.is Þetta er náttúrulega allar auglýsingar í blöðum síðastliðin 30 ár Þetta Ég gat svo svarða Nei, ég held að sé ekki til mynd af hann Jú, hérna, við erum eina mynd af hann Ertu að tala þeirra að taka skóplustunguna? Já, og hver að þeim er hann? Lengst til hægri Lengst til hægri? Ok, þessi maður er allan að til á mynd, það er nokkuð ljóst En minnst það svona Ég held að sé með ráðum gert hjá honum að vera ekkert alltaf mikið í sviðsljósinu sko Já, hann hlýtur að vera með að við hvað sjálfgeft að sjá hann myndir En hérna sko, já ótrúlegu maður, stórmerkilegur Ótrúlegu maður Þú ferð hérna að gera þessu sögunni kannski nánari skil hérna að ég vil samt fyrst og fremst Við erum á leiðinni í löng og þröng göng Já, þú veist Nó löng, nó þröng, veit það ekki Nei Já, þú veist, áhugavert, enga síður sko. Ég veit ekki, ég er ekkert alveg vissum að það sé svona almenn vitneskja hvað Innes er Nei bara á landsvísu sko Ég verður þetta með freka þungagreining á því En þetta fyrirtæki náttúrulega sko er á bakvið mörg af stærstu vörumörkjum bara Íslands síðustu 30-40 árin Eða að byrja á að Já, ég ætla nú að koma, hérna góð leigu Já, fyrst Já, það er flotaleigan, langtímaleigan Já Og sko það er hægt að gera, þú veist, þetta er auðvitað sveigjanlegt sko, en það er í boði alveg alltaf 3 ára binding á leigu til fyrirtækja mikið úrvala bílum, allt frá bara snattara fyrir skólafólk og yfir í forstjóra bílana BMX, Land Cruiser, Benz þetta helsta sko og hérna, við nú tala fyrir því auðvitað að henda þessu upp í kostnað Já, að gera Þú ert mjög hrifin af því? Já, mjög hrifin og
Fyrir þetta, þetta náttúrulega bara þægilegasta rekstarfyrirkomula sem að mér dettur í hug. Ég hata eiga bíl, að vera með bílalegu bíl allt árið kring bara geðvitt. Ekki reka bílinn, leiði hann. Já, ekki það. Og fyrir þá sem að fór í fíl út þegar Viðreisn allar í vinstristjórn, ekki fara í Norrænu. Það var einn að benda mér á það er betra að vera bara á bíllegu bíl frá Go, keyra beint út á völl og skilja hann eftir á í Savia-svæðinu. Já. Borga á honum þar, en þá ertu ekki að taka hann úr landi. Það er skemmtilega. Já, dálítið gott. En þið fáið 10.000 króna afslátt af fyrsta mánuði á öllum bílum. Já. Þannig að ekki vera að kaupa, leigja, bara leigja. Herðu, Gorilla, núna er brjálað að gera. Já. Það eru bara, núna er high season, það er jólin og það er vel spurning hvort það sé ekki bara spurning að koma því til hlustandi að byrja bara nýjárið að krafti núna. Já, akkurat. Ég stórlega efast að það sé nokkuð laust þarna, eins og staðan er akkurat í dag. Nei, og móki ykkur bara rétt fyrir jólin. Já. Hvað sagðirðu að? Móki sig rétt fyrir jólin. Móki sig, já. Bara gjörum og drast gegn Gorilla. Bambú, það er á bambú.is. Já, herðu, Bambú maður. Egill hjá Gorilla fekk einhver bestu meðmæli sem ég heyrt daginn. Það er bara hann onboardaði frá Bambú. Heyrðu, reyndar annað. Fyrir þá sem vilja sjá ég var módel í fyrsta skipta æfinni. Já, herðu, með þína fallegu leggi. Já, mér var ekki sagt þegar ég mæti að það var ekki andlitið á mér. Ég var búin að sturta mig og mála mig og fleira. Ég get fullyrt það Búin að farða þig og svona, já. Ef þú ferð inn á bambu.is, bambu.is, þá er ég leggirnir vinstra megin að girðu upp í sokkana. Það er svoleiðis. Ég var að fara að segja hægra megin, en ég held að þetta sé Þetta eru stórtíðindi. Ekki ég, en þetta eru fáránlega þægilegi sokkar. Ég held það hefur einhverjum dottið í huga búið til svona góða sokka. Nei, þetta er frábært í pakkan og það vill svo til að við erum með afsláttakóða. Já. Það er bara pingjan. 20% afsláttur og þetta er frábært í jólapakkan en svo líka, þú veist, ég er búin að sitja í sloppnum upp í sófa og í bambúsokkunum. Já. Og maður er í einhvers konar paradís, Þetta er eiginlega ótrúlega þægindi. Bambú er einhvern veginn pingjuhaggerfið bara svona í 5. gír. Já, þetta er brask, þetta er alveg brask. Síðan keyrir á teygja. Auður sagði við mig að það tók svona klukkutíma að sitja upp teygja. Já. Sokkarnir sturlaðir. Síðan Gorilla er innviðurinn, þannig að þegar þú pantar þá fer þetta þar í gegn. Gorilla er þarna á bakvið. Getum við rætt eitt með Gorilla? Þeir voru að fá það ultimate gæðastimpil daginn. Drop kaupið á. Allt er góð með það. Hver kaupið síðan drop? Heiðar fucking Guðjóns og sjóðurinn Aldir komin inn í eignarhald drop. Þegar þú helst að þeir væru í efstu hillu, þá eru þeir bara orðin unplayable í dag. Og Bambú keyrir á þessu öllu. Heyrðu, hvað fleira? Þú veist, er ekki rétt að leiðrétta það að þeir eru ekki að kaupa þá? Þeir eru að fjárfæsti, eða þú veist, þeir eru að kaupa hlut. Þeir eru orðnir hluthafi í drop sem á Gorilla. Heiðar er með alla ánga úti. Það er bara að vera að lakka á sér raskatið og hlaupa beint áfram. Fullaferð. Samdags afgreiðsla pöntunum hjá Gorilla. Og samdags afhending bara í svona flestum tilfellum. Það talar allt saman. Herðu, þökkum þessum vösku samstagsaðalum fyrir. Nú, Innes. Og ég hrútskýr þetta fyrir þér eða? Ekki með einu enni. Nei, þremur. Ekki með 2 ennum, heldur 3 ennum, takk fyrir. Þetta er eins og auð með einu enni. Þeir hafa verið hljóðist, við erum Innes með 3 ennum. Skrifaði nótin á Innes með 3. Ég hef samt fengið, þú veist, ég hef klikkað á þessu. Að senda post á Innes, skrifa bara 2. Já, og ég fekk skammir í hattinn fyrir. Ég skal segja, já, ég var hvort þeir að fara að segja þetta. En nafngiftin Innes er sótt, vissur þetta? Sótt í íslenskt örnefni með tilvísun til landsvæði sem markast frá Kjalarnesi að Hvaleyrarholti. Já, ég var nú búin að komast að þessu að þetta væri einhver tangi þarna. Já, og þetta landsvæði heitir Innes, auk þess sem bær uppi á Skipaskaga. Ber heitið Innes. Og Skipaskagi, það er nú væntanlega verið að vísa til Akranes. Skipaskagi, já. Já, það hefur verið fyrirtæki á Akranesi líka sem heitir Innes. Aha. Innes, að sjá, geð mér 2 sekundur. Hvert stíla er reikningin? Innes með 3 ennum. Innes verk, já. Innes verk, já. Það er reyndar í Borgarnesi. Það var nú eitthvað sem ég sá á Akranesi. Já, kannski var það þar. Innes hús var það. Innes hús. Já, það er bærinn örugglega. Lítur að vera. Herðu, fuck that. Þetta er EHF, Fyrirtækið stofnað 1987.
Þannig að þau eru í dag 24 ára. Nei, ég held svona að halda þar á tánum. Hver er þetta? 1987. 87, já, þetta er 37 ára. Já, sko, hefst allt með því að 3 ungi menn úr Hafnarfirði, Magnús Óli Ólafsson, sem er ennþá framkvæmdastjóri, Ólafur Björnsson, sem er 100% eigandi og greinilega bara geitinn í leiknum, og Guðmundur A. Bjarnason, taka þá ákvörðun að stofna innflutningsfyrirtæki með áherslu á matvöru frá Bandaríkjunum. Þeim þótti eitthvað lítið úrval á markaðnum á þessum tíma. Þannig að þetta er formlega stofnað 25. mars. Fram að því þá hafði Magnús Óli, current CEO, verið að vasast í að reka trésmíðaverkstæði. Trésmíðafyrirtæki, segi ég. Já, ég held að þetta sé alveg born frumkvöld, sko, því að þeir eru hvað, ég held að það sé 25 ára. 7 ára. 27 þeir eru stofnaðinni, sjá. Nei, 6 ára, segi ég. 26, já. Og fram að því, búin að vera í alls konar braski, eitthvað sjálfur, sko. Já, sko, reyndar, ég er með Guðmundur Rapp. Sko, ef við klára Magnús. Magnús hafði verið að reka trésmíðafyrirtæki, held ég ásamt föðu sínum, og leiddist út í það að fara að selja handverkfæri til iðnaðarmanna. Þannig að hann fekk svona smá kýtl í pungin við að vera að selja greinilega. Svona sölumaður. Sölukall, já. Og þeir hafa verið vinnir. Svo sé ég sko, ég þurfti nú með Guðmundur Rapp sem mér sýnist að fari út úr eignarhaldinu upp á aldamótum 2000, þá segir hann bara að bara segir skilið. Já, skilið við þetta. Hann virðist hafa verið svona hybrid djöfull í þessu, því að hann var hjá Innes 1987 til 2000. Á sama tíma er hann lánasérfræðingur hjá Byggðastofnun frá 1985 til 1998. Hann hefur greinilega ekki verið alveg tilbúin í að taka stökkið. Ég veit það ekki. Ég er nú hræddur að þetta hafi verið byrjað að borga sig árið 2000, sko. Heldur þetta hafi ekki? Jú, ég held að þetta hafi verið byrjað að borga sig. Hann er svona hýbrid. Sama tíma þá var hann í stjórn Tanga, sem er útgerðin frá Vopnafirði, sem að HB Grandi kaupir á sín tíma. Og svo áhugavert er að hann satt 1 ár í stjórn keksverksmiðjuna Frón. En eins og glöggir hlustendur vita, þá keypti Ísam Frón. Já, mjög glöggir hlustendur vita það, sko. Og Ísam og Innes saminuðust á tímabili. Sá samrunni gekk tilbaka held í 3 árum síðar. Hvað, samkemseftirlit eða? Sko, nú er nefnilega vandamálið að það er að renna upp fyrir mér, ég hljópi ræktina til þess að vera fitt og flottur frekar en að fara í dúdilli, sko. Þannig ég þarf eiginlega að grafa það upp ég byrst eiginlega bara velvinningar á þessu. Við hljótum að finna út í því, en sko bara til að skjóta inn í, því að við vorum að tala um í kringu 2000, sko 2003 er hagnaður Innes orðnar 24 milljónir á ári. Já, allavega árið 2003 og þú veist, með að við verðlag 20 árum síðar, hvað, allir þetta sé ekki 2,5x eða eitthvað svo leiðis. Þannig að þú veist, jú, þetta hefur verið orðin arðbær rekstur skömmu eftir áramót. Ert þú með verðlagsreiknivél? Já, ég ætla að stimpla þetta inn núna. Og veistu hvað er veltu fyrsta árið? Fyrsta fulla rekstrar ár. Já, var ekki 10 milljónir? 10 milljónir. Það var gaman að vita hvað það er. Já, þetta er byrju, þannig að ég ætla að setja bara í janúar. Já, reiknaði meðan ég tala. Þeir stofnaði þetta mars 1987. Sama ár fara þær á 2 vörusýningar í Bandaríkjunum, önnur í Chicago. Og hinn var, það er nú reyndar ekki getið, en á þessari ráðstefni í Chicago þá kynnast þeir Hunts Wesson fyrirtækinu. Og ná að sækja þar nokkur umboð og kynnast þar einhverju manni að nafni Chris Clark sem hafi verið búsettur í Bandaríkjunum og segja í eigin sögu á VF félags atvinnurekanda held ég, frekar en þeirra eigin heimasíðu að sá ágæti maður hafi stutt vel við starfsemi Innes til að byrja með og það er að honum að miklu leita þakka að Hunts vörurnar náðu því flugi sem þeir náðu heima. Þannig að þeir guttarnir fengu þarna dýrmæta ráðgjöf frá Hunts. Sko, sorry, ég ætla aðeins að skjóta inn í. 24 milljónir í hagnað 2003, það er eins og 67 rúmar í dag. Þannig að þetta er svona 2,8x verðlag. 180% hækkun. Þannig að þetta hefur verið orðið bara nokkuð gott, ég meina svona fljótlega upp úr aldamótum. Sér það, annarkveð menntskjælningur í dag er í útvíðum buxum og metta peysu. Náði metta að velta 60 milljónum fyrsta árið? Nei, það gerðu ekki. Þú veist, þetta er ekki fyrsta árið, þetta er 2003. Hagnaðurinn. Ég var að tala um 10 milljónir. Núna ætla ég að koma með það. Að velta 10 milljónum 87 er eins og 77 milljónir í dag. Já, það er bara helviti gott. Já, fyrsta árið, bara drullu gott, sko.
Jú, sölumenn hafa þetta verið. Já, ég meina, virðast vera fættir sölumenn, allavega Magnús Óli með að við umfjöllun, en hérna, já, ég halda áfram. Ætlar að kalla hann sem þú kallaðir hann fyrir þátt? Hvað gerði ég það? Þú ert alltaf að gera þetta. Kemur það? Hvað gerði ég? Þú getur pípað þetta. Nei, Magnús Drjóli. verð ekki að... Þú varst, hann var góður. Þetta er svo óþægilegt, sko. Nei, Heyrðu, Magnús sagði að hlusta, það sagði ég þá ekki. stóð Innes með 3 rennum í kröppundansi. Shit, hvað varst veikur. Heyrðu, veistu hvað gerist 98? Nei. Þeir lendi því að hérna allir heildsalar sem voru held ég ekkert svo margir sem voru að flytja vöru frá Bandaríkjunum fá yfir sig hérna yfirskipum frá Evrópu og hollustu vernd ríkisins held ég að þurfa að fara að líma yfir allar upplýsingar ætlaða neytendum sem að mega ekki birtast evrópskum neytendum og þetta er eiginlega held ég bara Evrópusambandi svona í árdugum vitleysunnar að þá er sérst bara að koma eitthvað reglufargan hérna með að markaðar Evrópusambandsins skuli vera öðruvísi heldur en til neytenda í Bandaríkjunum og hérna finn ég viðtal við Óla Björnsson sem heildsala sem talaði að hann hafði þurft að bæta þessi 2 starfsmönnum til að fara að líma yfir upplýsingar sem að íslenski neytendur mátt ekki sjá. Var þetta ekki bara upphafið á endinum á þessu Evrópusambandsbulli Já, þú veist regluverk sko, upphafið á hryllingnum. Hann talar að þetta hafi hækkað verðlag 20% á þeirra vörum bara þessi viðbóta kostnaður. Það er ekkert nýtt að þetta leitar út í verðlag. Þeir þurft að bæta þessi húsnæði og svo segir hann þarna birtast okkur hömlur sem Evrópusambandið sem fyrst hétt kóla- og stálsambandið er nú að byggja sína múra. Þarna var einhver Jóhannes Gunnarsson frá neytendasamtökunum sem tók til máls og sagði að það er einfaldlega ýmislegt sem má í Bandaríkjunum sem ekki má í Evrópu til dæmis að segja að tiltekin pakkavara sé afburða góð fyrir hjartað því að það fannst honum orka tvímælis þannig að þetta voru einhver viðskiptaskilaboð sem að þú mátti segja í Bandaríkjunum sem Evrópubúar voru byrjaðar að banna og þeir lenda hann í kröppum dansi þeir þurfti að rífa upp hvern einasta pappakassa sem bast með flösku, dós og líma yfir svona slogans og fleira árið síðar, 1999, þá dreifðu til tíðinda því að þá sækja er eitt vörumerki og þú verður að sitja á lagið Byrju nú við, ok er það prinsinn? Nei, það er held í Ísam Nei, prinsinn er á Innes Sko, þetta er trivia Þessi heildsali sagði að Innes er hérna sá erlendi hérna Birgi sem á lengsta viðskiptasögu við þetta fyrirtæki þannig að þegar ég segi Filippo segiru Filippo Berrio sækja það 1999 sama ár lendaði hins vegar aftur í kröppum dansi þá byrjaði að flytja inn morgungárnið þetta lag er alls ekki hérna sko Filippo Berrio ekki á Spotify en á YouTube þú finna þau eiga skilið sjátt hérna aftur í kröppum 1999 gaman að rifja þetta upp svona reglufarkanið hvernig það var að byrja að dynja yfir þarna þá voru það að flytja inn morgunkorni Freaky Fruits sem átti að fara í samkeppni við Lucky Charms þú kannast nú við Lucky Charms Filippo Berrio Er þetta Massimo Tucci eða? Nei, Massimo Tucci það eru föt, það er fataverslun Massimo Tucci? Það er þetta alveg Umberto Tucci Umberto Tucci Nei, þetta er ekki hann Þetta er ekki Massimo Tucci Heyrðu, það byrja að flytja inn Freaky Fruits samkeppni við Lucky Charms 5 dögum síðar títnefn hotlustu verður ríkisins mætt bannað morgunkotnið hélt litarefnið E129 sem er bannað en það magnaða og hræsnin í þessu er svo að það er sama litarefni og er í sykupúðunum í Lucky Charms þannig að þú ert með Freaky Fruits sem er með skrifaði Freaky Fruits Þetta hefur væntanlega farið út í einhverjar málsóknir Ég veit ekki hvort þeir hafi sótt þetta hart sko en þeir bara tókut úr sölu og innan við 5 dögum Freaky Fruits, hérna er þetta Já, Freaky Fruits, þú sér að þetta eru litar hérna morgunkotnið Hjá Lucky Charms var það þannig að sykupúðunum voru litaðir að magnaðir, þetta er sama litarefni en það var eins og að metið sem svo að sykurpúður verið sælgæti og mætti vera með þetta en morgunkotn ekki Svo var einhver lína með að Lucky Charms var í samsett afurð en hitt ekki þannig að þeim var hent út hotlustu vernd ríkisins hvenær var það helviti lagt sko, ég meina, þú veist, þetta er náttúrulega þetta er baneitrað sko
fyrsta leið, byrjum þar 129 Hefur þú farið á dolluna eftir að Ég til að taka hálfan Lucky Charms? Nei, ég reyndar hef ekki þetta því ég var krakki Það hef ég gert sko og hérna já, með þetta, ég kefti þetta Ég ætla nú bara að henda hérna og þú ert að setja sér baneitra Nei, þú veist, við tökum ekki ábyrgð á þessu, það er ekki sprettan en hérna En er þetta ekki í öllu í dag? Þetta er ekki holdt Þetta er 129 Já, þú veist, bara Lucky Charms þú veist, þú þarft ekki að vera doktor í næringafræði til að vita að Lucky Charms er óholdt, sko Já, ég sé hérna frá Evrópusambandinu increases the production of serotonin resulting in a change in the composition of the microflora þannig að flóran í þér magaflóran hún greinlega byrjar eitthvað að sulla Þarmaflóran Já, þarmaflóran það byrjar eitthvað að gull í þér Heyrðu, 2006 þá fer eiginlega stað þar sem ég vil meina bara svona M&A hérna hrina og núna er ég ekkert að fara lengur að fyrirtæki á sér ríka sögu Já, og ég ætla ekki að eyða meiri tíma hlustenda í að tala ESB og allt það ógeð sem að er búið að dynja á íslenskum neytendum hérna í 25 ár beint og beint En M&A, segðu þetta á íslensku yfirtökur og sameiningar já. Taka við, og ég finn hérna eina skemmtilega sög 2006 þá kaupa Óli og fleiri meistarar HN-grúpin sem er heildsala í Skandinavíu 2016, 10 árum setna selja er 60% hlut og 3,6 miljardar þannig að það var svona þeir stig út fyrir landsteinana til aðeins að leika sér svo var ég með nokkrar hérna, ég veit ekki hvort sem alveg með þetta er réttir tímaröð en sko 2013 þá kaupaði Sælkeran sem var að flytja inn hágjaða maturu fyrir veitingahús og smásölaðila, ég held að þetta hefur verið innflutningur á kjöti og fleiru 2014 þá stendur að það hefur byrjað að flytja inn grænmeti en hér rétta er að þau yfirtaka félagi Búr EHF sem var í eigu Samkaup og kaupfélag Steingrímsfjarðar og kaupfélag Vestur Húnvetninga Svo er ég með hérna Ég var að fá mail frá Gorilla vöruhúsi Já Hæ, pöntunin þín er klár og þetta tók ekki langan tíma Hvað varstu að panta? Sokkana? Sokka? Já, gæðu Og er Egill farin að senda SMS líka? Já, það er bara, nei, hérna mail bara Já, ég meðast það SMS Nei, mail Allir Heiðar sendi það sjálfur Sæll, Heiðar frá Drottlas Gorilla hérna Já, meðeigandi og SMS stjóri Já, einhvern tímann í mildiðinni stofnaði síðan sýstufyrirtæki sem heiti Vinnes sem var að flytja inn og heildsala vín og veigar Það var samþætt inn í reksturinn 2022 með 3 milljarða í veltu og hérna, ég fyrir aðeins yfir það eftir 2017 þá tekin skóplustunga fyrir hátækni vöruhús í held í Sundahöfn sem að vera fyrir fólk, ég hitti bara manni guðun áðan fórum að ræða Innes með 3 rennum hann saði bara að það hefur engin komist í tæri við að byggja svona hús hér á landi Þetta er fullkomnasta, leyfi ég mér að segja, vöruhús landsins fyrir utan Gorilla Ég veit ekki, þú veist, ég veit ekki hvort þú hafir séð myndbandið inn á vefnum hjá þeim Sko, ég fann case study frá Jöfssonum í Þýskalandi eða Sviss Þetta eru bara Ég hef bara aldrei séð hana eins Já, þetta eru old school verkfræðingar sem að komu og þeir gerðu case study það segir mikið gæðin Manst í Breaking Bread þegar það voru fluttur inn þjóðverðarnir til að búa til methlabið Já, það var bara gæðastimpill á meth að fá þýska verkfræðinga Þetta er sama fyrir þau sko 2022 þá kaupaði Arka heilsuvörur sem er með Fulfill, Vittit, Berry Company fleira svona dót Tónis, súkkulaði Hefur eitthvað verið að slára því? Nei, ég þekki Fulfill Já, Fulfill, já, ég held að flesti kannist vita þér sjá þetta og Vittit þarna einhver vítamindrykkur held ég Já, Vittit, eitthvað svona útþynt vítaminvatn Drekkur þetta? Nei, ég er ekki fann Þú veist, ég hef ekki smakkað bara 2023 þá kaupaði Djúpalón frosin og ferskan fisk og ég fór EHF vilt hérna því að ég nefndi ekki einu svona flettaði upp og þá er það þannig, það er annað fyrirtæki sem heitir heldur Djúpið sem er svona 30 ára gamalt þannig að ég var ekki búin að átta mig á þangað til bara hérna korter í þátt Djúpalón er sko með yfir miljard í veltu og var bara helviti arðbært operation Þetta er pjúra dótturfyrirtæki, þetta var ekki samruni þú veist, hérna, flest þessar fyrirtækja hafa bara verið innleitt inn í Innes, skilur Innes með 3 rennum Þetta er bara pjúra aðskilin eining allan eins og staðan í dag svo veit maður ekkert hvernig það verður Innes með 3 rennum er bara eins og Pac-Man þetta er bara einhver Pac-Man það er bara að byggja upp heildsölu hún er orðin einhver draugur þá getu hana En þú veist, þetta er skemmtilegt að sjá Hvernig virka áttu Pac-Man? Þú getur ekki draugana eða? Jó, er það ekki? Ástu draugana?
Ok, þá gengur þetta. Já, ég held að. Flott. Sko, stærstu vörumerkin Heinz, Daim, Hunt, Anton Berg, Fazer eru hérna mólarni góðu. Og Blue Dragon, það held ég hérna, þeir fá það í gegnum kaupin á sælkeranum, Blue Dragon. Ég held þetta séu þarna svona Asian Fusion, getur keft karri og einhverju núðlur og... Já. Er það ekki? Jú, hérna, einmitt. Já, þau eru með það. Já, þetta er alveg skemmtilegt merki. Já. Þau eru með fjöldan öllum skemmtilegum merkjum. Ég er með ógeðslega mikið af info samkeppninu og annað, þannig að okay. Ég fer bara svona draga mig hlé. Á ég ekki bara að taka við keflinu hérna? Jú, eitt hérna að lokum kannski sem er áhugavert út af því að það var komið í veg fyrir samruna hjá Nei, það var samruni Ísam og Ójóð og Kóper hérna fyrir svona 4-5 árum og mjög áhugavert, þá var gerð hérna markaðshlutdeildarkönnun fyrir hina ýmsu vöruflokka og það sem komið mest á óvart var sko Innes var ekki yfir 50% í neinum af þeim flokk sem það tekið fyrir það var kannski tannkrem þar sem að hérna, Ísam var að fá bara eitthvað 90% markaðshlutdeild væntanlega flytja inn þá Colgate og eitthvað annað mér finnst svona eins og Milan Ora og fleira og Danól með drykki, kaffi, drrru þannig að maður fór svona að spyrja sig hvenær nálgast þið þakið miðað við það sem ég sá á þessari markaðshlutdeild fyrir ákveðna vöruflokka, þau eiga ennþá helling inni sko. Mér nefnilega fannst eins og Ölgerðin væri svona með stærri vörumerki þú veist, þau eru með auðvitað drykkina og þetta Danól já, þú veist, Ölgerðin og Danól ég meina og þú veist já, bara svona þekktari vörumerki einhvern veginn, sko, þó að inni sé með fullt af einhverjum hérna, þekktu vörumerkjum, sko já, einhvern veginn svona já, ég veit ekki kannski er ég bara að pulla þú veist, auðvitað er það með helling, sko auðvitað er það afstætt, sko en þau eru náttúrulega með rosa mikið af vörum, sko já en enga síður, sko ef við ekki bara byrja aðeins að fara yfir hérna, já, sko, eignarhaldið hérna, sko, heilsalinn náttúrulega stofnuð eins og segir 87 kennitalinn er frá 99 já, og hérna þú veist, ég er ekkert verið að telja í milljónum hér eru bara miljardar og það er aðeins einn maður sem á allt hlutafé í dag sem er auðvitað ótrúlegt það hefur samt ekki alltaf verið þannig einmitt, eins og þú segir það er með sýnist frá árunni 2010 að hann sé orðin 100% eigandi Innes og hérna, þú veist, eins og alveg séfar eiga til að þá eru þetta eignarhaldsfélag sem heldur utan þennan hlut í Innes og það er Dalsnes EHF og það er Ólafur Björnsson sem er skráður 100% eigandi af því félagi fucking goat Nei, sko, Innes er bara hluti af samstæðu já, það er bara einn angi starfsemi af Dalsnes sko. En Dalsnes er líka með lóðir og fasteignir eða ekki? Jú, þetta er bara Dalsnes í rauninni heldur utanum þessa nýju fasteign að ég best veit og ég hendi eitt what the fuck moment þeir eru með Heinz og Hunt já, einmitt ég var ekki búin að átta með það eftir Hunt tómatsósur, eða 2 sósur í þessa bara en þú veist, auðvitað er ósanngjarnt að mér að segja að þeir séu ekki með þekkt vörumerki sko, hérna en eins og ég segi, þetta er allavega þetta er stór barátta þarna á milli Ölgerðar og á ég að taka þetta bara fljótt út af því þú ert að nefna þetta hérna, þetta er ógeðslegt magna vörumerkjum sko já, ég veit það þú veist, ég er með nokkur bara á blaði súkkulaði já, Prince Polo Budweiser Daim, já, Budweiser, Muga Cliff, Chicago Town Billy's, ertu Billy's pítsumæður? Nei, ég er almennt ekki mikið fyrir svona frosnar pítsur sko já ég hugsa bara árbæðaskóla sko maður alltaf með Billy's í nesti ekki skrítið að maður hlóð á sig áttundu svo erum við Stellu og Corona Kobana, Banana Extra, Oreo já, þú veist, auðvitað er þetta fullt Fisherman's Friend já, þetta er slatti Húba Búba hvernig allir völerun og þeir standa víi gagnvart svona tyggju og vörumerki alltaf sé samstarfi sko, þeir hljóta verið samstarfi það bara hlýtur að vera en ég hef samt aldrei séð eitthvað Húba Búba logoið sko með þeir það er kannski að þau hafi tekið fyrir það, ég veit það ekki Oatly, Orville við skulum kafa bara ofan í rekstrareikningin eða ekki, ef við ekki bara byrja á ásreikningum með það rekstrareikningur, hann har sjálfsögðu búið teygja og þú veist, það skiptir ekki máli hvort það sé pósið eða kassakerfi, þetta er leyst á einfaldan hátt hjá teygja og þú veist,
meistaradeildar þjónustustig vill einhver segja. Ég farið skjóta og íslenska þjónustu og sko Þú veist, ef að tími skiptið einhverju máli þá þarftu bara klukkutími að setja upp. Já, það er Frá bara, grunni. það er nýjasta reynslan. Það er það sem Auðun með einu enni sagði. Já, með bambú. Já, Og hann var mjög ánægður með allt ferlið þarna. fárlega sáttur. Já, Hann sagði reyndar að hann hafi ekki talað við á Messenger, hann þurfti þess ekki. nei. En þjónust hann fram á því og mjög góð. En þjónustuna er íslensk, sko. Ég nefnilega kann ekki þessi greiðsluleusna lingó nógu vel á ensku, sko. Nei. Þannig að það er gott að hérna, að þessi búið upp á það, sko. Já, bara líka þægilega leiðbeiningar og fleira, sko. Ekki láta buktaðu beygja, veldu tegja. Herðu, við skulum koma okkur á stað. Það er ekstra reikningur og það er alveg með hreinum ólíkindum hvað öll fyrirtæki sem við erum að taka fyrir hafa einhvern veginn tilhneigingu til þess að slá veltumett á síðasta ekstra ári. Inners er svo sannarlega slá veltumett árið 2023 en það er sko þú veist, það er ekki eins og vöxturinn milli ára hérna sé að fylgja vísitölu neysluverðs því að þau eru að auka veltum tæp 36%. Já. Fara úr 13,1 milljarði árið 2022 í 17,8 milljarði árið 2023. Og þar af eru rúmlega 17 milljarðar í sölu og svo tæplega 800 milljónir í öðru rekstratekjum. Og það fyrsta sem ég velti fyrir mér var bara hvað er að gerast svona rosalega róttakt hérna á milli ára út með 35 ára rótgrói fyrirtæki sem að veltir mörgum miljörðum og svo bara skyndilega eitt ári hækka vörusalunum 36%. Og sko þau hafa náttúrulega staði alls konar M&As eins og þú segir og hérna líka undanfærin 2 ár. Stærsta ástæðan er samt vegna þess að þau eru þarna samina Innes og Vinnes. Það gerist 1. október 2022 og það er sem sagt hérna drykkjavöru angi starfseminnarar og hérna var áður systurfélag en er búið að saminast Innes núna og þar voru einhverjir 3 jardar held ég í veltu sko. Þannig að þú veist, það útskýrir kannski þannig að brjálaða vöxt en samt sem áður eru þau að vaksa á milli ára sko, að þú tekur bæði fyrirtækin og leggur saman tekjur frá fyrir árum. Nú, ef við kíkjum í baksýnisspegilinn hérna, þá erum við að sjá, við erum að sjá nokkuð myndilega vöxt svona í gegnum árin. Félagið hefur til að mynda fjórfaldað veltu frá 2011. Þá var Innes að velta 4,5 milljarð. Svo hefur þetta bara verið á uppleiði svona statt og stöðut síðan. Þetta er rosa. Ótrúlegt fyrirbæri sko. Og hérna eins og ég segi, fjórfalda veltu frá 2011 á í rauninni 12 eða 13 rekstrar árum. Þannig að the mergers and acquisitions, það er, þú veist, ég meina, það er bara líkill í þessum leik. Já. Að vera á tónum. Já. Sko. En sko, þannig er að horfa á milli 22 og 23 og þetta eru tæpi 5 milljarður upp. Þetta er samt Vinnes og Djúpalón eru 4 milljarður þar af. Já, ég er að segja, en þau, eins og ég sagði hann, þau eru samt sem áður í raunin að vaksa, sko. Djúpalón er sér með þessu, Já, Djúpalón fer ekki inn í tekjurnar, því að þetta er ekki samstæða, þetta er bara dótturfélag. Já. En þú veist, það er þarna, í rauninni, þetta er fyrsta rekstrár Vinnes, heila rekstrár inn í Innes. Já, akkurat. Þannig að, en já. Sko, varandi þessar aðrar tekjur hérna, sem ég talaði 800 milljónir, ég veit ekki hvað það er í rauninni, en langstæðstu hluti eru auðvitað bara vörusalan, sem er, sko, áfengi, matvara og ferskvara eins og þeir flokkaði þetta á síðunni hjá sér og þú veist, þetta eru mörg bara auðvitað eins og ég segi mjög stór vörumerki, við nefndum þetta áðan hérna Oreo, Extra, Hunt, Stein, Prince Polo, Budweiser, Corona, Stella, Muga og allt þetta helsta. Þetta eru auðvitað bara örfá dæmi, herru, hér er stró hérna. Já, ég var að fara að segja. Þú út nú hrifin af stróinu, eða ekki? Jú. Mikill strómaður. Já. En þannig að nokkuð blackout í gegnum tíðinni því. Já. Þetta er fínasta portfóljó. Sko, við skulum bara hoppa yfir í útgjöldin, eins og ég segi, heildartekjur eru hérna 17,8 milljarðar. En sko, með útgjöldin, þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er algjörlega minimum effort sunduleganir, svo ég segi ekki meir, ég sendi bara kaldar kveðjur hér með á endurskoðandan, við viljum sjá auðvitað miklu betur sunduleganir á þessu öllu saman. Já, þú myndir vilja sjá eftir starfstáttum. Mér finnst þetta bara orðið þreytandi, skilur, við, hérna, þú veist, er glæpur að fá að sjá bara hvað markaskostnaðurinn er, til dæmis. Það eru tölur sem ég vil komast í, sko. Ég veit ekki, en við sjáum bara einungis 3 liði hérna, það er kostnaðarverð seldra vara, það er laun og launatengt gjöld og það er annar rekstrakostnaður
og sko, kostnaðarverð seldra vara rétt hæpir 12 milljarðar og ef við deilum vörusölunni með því þá fáum við álagningu upp á 42,2% og álagningin sko hefur haldist alveg svona lígilega stabíl að minnstakosti svona síðustu 12-13 rekstrar ár fór hæst í 51,6% 2018 og lagst í 40,2% árið 2015 og sko í sjálfu sér þá þetta ekki samanburðarhæft við ölgerðina eða Coca-Cola á Íslandi því að þau framleiða náttúrulega, þau eru að framleiða sjálf og eru með einn bara vörulínur á meðan að Innes bara pjúra heildsala þetta er pjúra heildsala það er ekkit framleitt þarna svo ég best viti kaupa samt, þú veist, vissulega eins og búr ávexti og þú veist, það er bara innflutningur auðvitað líka sko en þeir eru með Pink Lady ég er ekkit viss að neitt af þessum fyrirtækjum sé einhverju framleiðslu sem þeir eru búin að vera að kaupa ég skil ekki segja hamingju framleiða hamingju það er reyndar örugglega framleitt að einhverjum öðrum hvað þá, hamingjan? Er ekki til svona snakk, nei ég held þú væri að meina raunverulega hamingju en já, ég var að tala um það, en sumi getur ruglast út þegar annar vörumerki sem heit hamingju nei, ég er að spá, það er svona að dreigja þetta bara tilbaka en sko svona sambærileg fyrirtæki væri líklega svona Garri, Danól og þú veist, Kór, ég svona kíkti á Kór af ganni mínu en þau eru náttúrulega allt annari starragráðu sko, ég fór mjög djúpt í þetta ég tók Ísa, Íslensk Amerika Nathan Olsen sem er samt sko ekki eingöngu með matvörur er það nokkuð? Ég held að Garri eru rekstravöru sko þess vegna væri ég ekki saman að henda Garra svo er það Millan Ora Danól Kór sko mér langaði að henda John Lindsay þannig inn ég er svo mild John Lindsay maður sko Nathan Olsen er með hamingju já og ég held að Nathan Olsen sé bara inn á veitingamarkaðin sko er það ekki The Fanger Family mögulega en mér fannst eins og að væri The Fanger Family fannst eins og að væri raftæki þar sko nei en en þau eru með snirtivöru vissulega Nathan já einmitt Nathan hvað er Olsen en Garri ég meina Nathan Garri er vissulega já það er með sennilega með rekstravöru líka skemmtilegt nafn við höfum aldrei spáðið þetta hafi verið bræðunni Nathan Olsen eða ég veit það ekki þú getur flettið upp Nathan, hvað er Olsen? en sko, ég ætla að taka samt Garra og Danól Garri með 44,9% álagningu Danól 41,3% og Kór 42,5% eins og ég sé, þeir eru svona meira til gamans þarna bara skemmtileg við höfum fjallað þau áður hjá Kór bara skemmtileg heilsala en já, þannig að þá er það bara laun og launatengt gjöld nema þú sért með eitthvað tengt þessu kostnaðarverð seldra vara nei, ég held til þess framanaf okay. já, viltu álagningu eða? nei, eða þú veist, ég meina, eða þú ert með eitthvað annað en Garra, Danól og Kór bara svona tilbúið hjá þér á blaði já, ég er með álagningu fyrir þetta allt sko hvað sagði þú að væri Nathan Olsen? ég tók það ekki nei, ok tók ekki bræðunar, ertu með það? Sleppu mig bara okay. ég sé reyndar að þetta er stafna dönsku mathafnumönnum þannig að bara fuck þeim Baunarnir laun og launatengt gjöld þau eru samtals 2,8 milljarðar og við erum að sjá svona 2,2 milljarðar fara beint í laun til starfsmanna 2 milljarðar og 209 milljónir til að vera nákvæmur og það eru 194 stöðugildi að meðaltali sem ég skil sem bara 194 heilsa á störf ok það gerir 949 krónur á meðaltali á mánuði á hvert starfsmann já, þetta er gott ég verð að viðurkenna á þessu átti ég ekki vona ég þurfti að slá þessu allan að 3 í vasareiknin þetta er eiginlega ótrúlegt sko það kemur samt fram 67,7 milljónir hafi farið til stjórnendafélagsins kemur því miður hvergi framsamt hversu margir er að deila því svo það má alltaf að meðalaun utan stjórnenda séu svona örlítið larri við erum ekkert að leiðrétta fyrir nei, en enga síður það var þetta mjög impressífa tölur sko já og 949 á kjaft já, 87,8 milljónir í tekjur per starfsmann já, og það merkilega ég tók söguna þeir voru bara fastir í 50 2020, 53, 21, 51 22, 52 boom, 87
ok, hvernig tekur þetta stökk? Hvernig étur 30 milljónir per starfsmann? Heyrðu, hvað með að henda Vinnes inn í grúppuna? Þar voru 7 starfsmenn að velta 3,2 463 milljónir per starfsmann. Það er record breaking sko. Hvað ætlaði að selja mikið vín? Vinnes! Það er record breaking Þannig að Vinnes er að rífa þetta upp að raskatinu. Já, skemmtilegt. Og þeir eru orðnir nánast fremstir meðal jafningja. Nei, reyndar ekki. Nathan Olsen, dönsku aðtaldamenninni, The Fanger Family, er með 241 per starfsmann. Danol 120 og Ísam 115. Þannig að Innes í rauninni, hvað segir maður, dreifur vagnin, en er þó með aðeins stærri sko, í veldu. Og ég verður reynda bara að flagga þið. Ég er farin að gera eitt. Ég ætla bara að viðurkenna það hér. Ég tek alla ásetningana, allt shitið og hendi sem í chat og bara það er einhver annar að benda mér á að þetta sé allt bandvillust sko. Ok, þið verður þá að en allt það sem ég gerði fyrir Innes, hvað varst þú með í álegningu þar? Ég var með 42,2 Já, gerfugreindir reiknaði það rétt sko. Það ekki, já, ok, flott. Og það hefur náttúrulega verið bent á það hér áður að þú ert eins og ef að gerfugreind væri Maggi Mix. Þú veist þannig að þetta bara þú veist, ef við erum að ná að láta þetta lenda þá er þetta bara á réttu stað. Ok, skemmtilegt. Herru, sko já, þetta eru gríðarlega öfluga tölur hérna hjá þeim 949 krónur á meðaltali á mánuði hvert starfsmann og þetta er auðvitað án launatengdra gjalda svo það komið fram en ef við lítum svo hérna Cox plus laun þá erum við með 82,8% sem er, þú veist, sko er ekki launa, þú veist er þetta ekki dálítið brjálaði launakostnaður eða? Alltaf vilt þú lækka laun. Nei, ég er áhuga samur hagræðingu sko og hérna maður veldi því fyrir sér í þessu nýja vöruhúsi hvort að það sé ekki bara svona að koma smá reynsla á þetta og fara að segja einhverjum upp. Auðvitað er þetta vöruhús til þess gert að auka skilvirkni, ég meina. Ég veit það ekki. Mér sýnist, ég held að starfsskildin hafi haldist bara eiginlega sko, já allan svipið á milli ára. Það voru 188 stöðugildi 2022, þannig að þeim er að fjölga sko. Já, þau náttúrulega bæta við sig þarna dótinu. Já, þetta er bara pæling en ok, förum í síðasta útgjaldaliðin annar rekstrakostnaður, þar sjáum við rétt rúma 2,2 milljarða einnig launin voru 2,8 sig. Hérna eru myndband af Happiness með eitthvað svona starfsmannagliði. Pizzapartí. Já, myndið þú bara vilja vera með rauðan yfirstrikun á penna, þessi burt. Það er manneskjur á baku. Já, en sko að sjá þetta hús djöfull lúkar þetta vel maður. Þetta er sturlað hús, ég bara hvet alla sem er að hlusta til að fara á innes.is með 3 rænum og skoða þetta myndband sko. Happiness, djöfull er að sniðu. Sko, talandi þetta hús við erum sko, eina sem við sjáum hérna í öðrum rekstrarkostnaði sem er samtals 2,2 milljarðar, það er leigan og hún er 994 milljónir króna á ári. Já, sem er rétt 45% af öðru rekstrarkostnaði. Þannig að hérna ef við reiknum leigu per mánuð á þessu rými sem að þau leigja samt sko að ég best veit af Dalsnes, þá er þetta tæplega 83 milljónir á mánuði. Þannig að reiknaða fermetraverðið á því. Ertu með fermetrana? Nei, ég sá þannig hvergi. Eitt hérna bara til að leiðrétta, þau eru með matreiðslumeistara, bakarameistara og matreiðslumeistara í vinnu. Þannig að þau hljóta að framleiða eitthvað. Gæti ekki verið bara fyrir eldhúsið eða? Já, bara hjá þeim. Bara öflugt eldhús. Wow, well spotted. Það er aldrei að vita, ég veit ekki. Eða, já nei, þetta eru sölufulltrúar. Þannig að mögulega ertu bara með eitthvað heilgraðan fyrir bakara að selja öðrum bökurum. Já, bara svona álitsgjafi og annað sko. Já. Maður veit ekki. En sko Smári, fáðu við þitt álit hérna á þessu snikkasi sem við erum að flytja inn. Sko, ég sé ekki mikið meira. Ég reyndar var að reka augunum í eitt. Við erum með þóknun til endurskoðanda fyrir 6,9 milljónir sem er að lækka úr 13 milljónum frá fyrra ári og ég fagna því bara. Þessir endurskoðandur orðnir alltaf slappið við að sundulega gögnin hérna. En eins og ég segi, annar rekstrarkostnaður samtals 2,2 milljarðar og þá er ekkert annað í stöðunni en að bara kíkja á EBITDA. Þau eru með engil í vinnu. Manstu eftir englinum Raguel? Nei. Það er maður á vinnuhæm sem heitir Raguel. Ok. Manstu eftir þessu eða? Nei. Engillin Raguel. Nei, hvað, var þetta eitthvað jóladagatalið? Já, ég man bara alltaf eftir englinu Raguel og hann er bara að vinna þarna. Kannast ekki við hann.
Herðu, ok, sorry, áfram með þetta. Já, en já, EBITDAn, hún stendur í 853 milljónum á rekstrarárinu, 4,8% framlegð, sem í sjálfu sér ágætt. Við skulum ekki gleyma því að þetta auðvitað heildsala og svo sem þekkt fyrir lága framlegð, en ég verð samt að viðurkenna að ég hefði haldið að þau hefði náð fram meira hagræði með þessum sjálfvirkni búnaði þarna. En eins og ég segi, árið 2023 svona fyrsta heila rekstrarárið þar sem að nánast öll starfsemi fyrirtækisins fer þarna fram í kortgörðum 3. Já, þú ert ekki sáttur? Já, sko, kannski eins og ég segi, bara komast einhver reynsla á þetta hjá þeim, en við hljótum að fara að sjá hækkaða framlegð hérna komandi árum. Ert þú að tala EBITDuna þá? Já. Við erum að, sko... Já, þú veist, það alveg rétt verið, EBITDA-prósentan hefur verið að gefa eftir. Já, við erum með 7,9% EBITDA-framlegð hjá Garra, 7,4% hjá Danol, 13,4% hjá Kór. Já, en samt með náttúrulega geðbiluðum vexti, sko. Það alltaf eitthvað sem að... En svo var líka branna, ég hringdi í fagmann í fæinu og hann sagði heildsölubís en eins og lasagna. Þetta geggja strax, en betra á morgun. Þannig að það svo, þú veist, hann vildi meina eftir því þú stækkar, því betri verður þau. Já, mega sense, sko. En þetta meðan við töluna, þá var þetta lasagna kannski betri í gær. Skilur þú hvað að fara? Já, ég skilur, sko. En sko... Er það tengja við þetta? Já, svona nokkurn veginn bara. Eins og flest sem þú segir, en sko, já, EBITDAn hún hefur verið að haldast nokkuð stöðu, sko, svona frá 4 til 6% svona síðustu 5 rekstrarar. Svo erum við náttúrulega að leika okkur á prósentum, þetta eru litlar 853 milljónir. Já, ég veit það, þetta það, sko, en ég vil horfa í hlutföll. One man to rule it all. Svo herðu, næst afskriftir og niðurfærsla, 486 milljónir, sem eru auðvitað slatta afskrift og þetta afskrift af bæði varalegu rekstrarfjármunum og einnig af óefnislegum eignum. Undir óefnislegum eignum erum við meðal annars með viðskiptavild og vörumerki og svo hugbúnað og sko, já, og svo varlegir ekstra fjármunir sem skiptast í bifreiðar, liftara, áhöld og búnað. Fyrir nánar í þetta eftir, en ég get ekki beðið. Það í sjálfu sér ekki mikið eftir rekstrarreikning, fjármunatekjur og gjöld. Ég nú lagt í vana minn að kíkja aðeins á fjármunatekjur og gjöld að það eitthvað merkilegt. Það nú kannski fátt fréttnæmt hérna svo sem þau eru að borga 155 milljónir í vexti og verðbætur sem í sjálfu sér ekkert eitthvað brjálæðislega hátt hlutfall með að við tekjur félagsins, en þó eru sko vaxtatekjurnar ansi litlar, rétt 8,3 milljónir. Svo gengismunur sem hífur upp 71 miljón. Svo netto fjármagnsgjöld eru rétt rúmar 75 milljónir sem sagt í gjöld. Herðu, svo til að loka rekstrarreikning, þá það hagnaður. Sko, já, það kemur reyndar áhrif á rekstri dótturfélagsinn sem þá Djúbalón. Jákvæð stærð upp á 79 milljónir. Frábært. Þannig að alveg frábært. Já, förum kannski nánar í þetta í efnahagsreikningnum. Þá fyrir við hagnað að standa eftir 285 milljónir í hreinan hagnað á árinu, sem 1,6% hagnaðarhlutfall og dæmi hver fyrir sig, en þetta samt sem áður alveg margföldun frá fyrri 2 árum. Högnuðust ekki nefnum 33 milljónir 22 og svo 32 milljónir 21. Það bara eitthvað 0,3% hagnaðarhlutfall, sko. Nú, einhver kann að spyrja svo út í arð hjá svona félagi. Mér sýnist engin arður hafa verið greiddur út frá árinu 2019. Þá voru greiddar út 150 milljónir sem fara náttúrulega samt bara inn í sjóðstreymi móðurfélags, sko. Það alltaf önnur saga, algjört skrimsli, sko, og þú veist, og það hefur verið pumpað út arð þaðan eitthvað síðust ár. Hörðu, nú ringir síminn hjá mér og ég ætla að skella á og svona. Hörðu, þannig að já, að því sögðu, ert þú með einhverja punta? Ert þú með einhverja punta þarna? Nei, nokkuð þétt og góðum fjöllun so far. Já, hörðu, þá skulum við bara demba okkur í efnahagsreikning sem í boði myntkaupa. Já. Og það búið að vera gríðalegt fjör þarna. Yfir 100k Já, ég meina Bitcoin fer yfir 100k þarna, ég held að það veri 5. DS þarna, eitthvað morgunin. Já. Og þetta auðvitað myntkaup okkar helsta miðstöð fyrir rafmyntir. Og sko, ég kom inn á það einhvern tíma síðan, sko, að það ótrúlegt hvað svona lítið land eins og Ísland heppið að eiga svona góðan innvið í rafmyndunum. Hérna ertu bara, þú veist, þetta ertu bara komið með þetta eigið íslenska veski, rafmyndaveski.
Þannig að stórgott farin á myntkaup.is. Þetta allt samþykkt af fjármálaeftirlitinu, þannig í Guðanabænum, þú veist, þetta örugg leið. Þetta örugg leið til að versla með rafmyntir. Rafræn Þú vilt auðkenni ekki vera að fara í einhver skugga skúmaskot internetsins síður. að vera að kaupa einhverja rafmyntir. Hérna er þetta bara, þú veist, hér er allt tryggt, sko. Herðu, við þökkum myntkaup fyrir. Sko, við ætlum að byrja á eignum. Og myntkaup skrifa með uppslunni. Já, og það er bara 1N. Já, myntkaup með 1N. Herðu, efnaðarsreikningur, við byrjum á eignunum. Sko, eignir í heildina 6,7 miljardar og ef við byrjum hérna á fastafjármunum sem samtals gera tæpa 2,3 miljardar, þá ber helst að nefna varanlega rekstrarfjármuni, rúmlega 1133 miljónir. Þar undir eru við með bifreiðar og liftara fyrir 337 miljónir og svo er restin hérna áhöld og búnaður 796 miljónir. Og einhver myndi halda að þessi áhöld og búnaður væri þetta stórkostlega færibata kerfi hjá þeim og vöruhús og þú veist allt þarna inni sko, vöruliftur og skutlukerfi og ég veit ekki hvað. En mér sýnist, eins og ég sagði það, mér sýnist á öllu að það sé inn í móðurfélaginu, Dalsnes EHF. Og hérna, og það er náttúrulega það sem heldur líka utan bara húsnæðið, þessa nýju fasteign og hérna ásamt bara þessum helstu nauðsynjum og vöruhúsi. En það sem fellur undir áhöld og búnað hjá Innes EHF, það er að segja ánefndar 796 miljónir, það er væntanlega bara sko, tölvukerfi og þess áttar. Þau eru með upplýsingatækni svið. Já, þau eru með ansi fullkomin búnað svona á flestum vígstöðum með það sem ég hef kynnt mér sko. Með eitthvað hrottalega kerfisdeild sko. Já. Þannig að þetta er bókvært verið 796 miljónir en kostnaði verið náttúrulega miklu hærra en þetta er auðvitað afskrifað. Sér einhverju hakkarar hérna? Nei, ég stóð lefast nú með það. Herðu, vanlega rekstrarfjármunir þá samtals 1133 miljónir, þannig að við höldum áfram undir fastafjármunum og sjáum næst hérna óefnislegar eignir fyrir 405 miljónir. Þar erum við hugbúnað fyrir 32 og svo viðskiptavild og vörumerki fyrir 373 miljónir og þessi viðskiptavild er auðvitað tilkomið vegna samruna og kaupa Innes á Vinnes og Arka. En hún er að minnka milli ára, er einhver skýring á því? Já, sko Vinnes er náttúrulega gamalt systurfélag. Arka var, sko, ég er með smá djús hérna. Arka var fjölskyldufyrirtæki. Já. Með vörum, auðvitað fyrir þessum heilsuvörum, Fulfill og eitthvað fleira. Vitit. Og ég gróf upp kaupverð úr ársending 2022 og það voru rúmar 365 miljónir. Já. Og þetta er skemmtilega sundulega því að netto eignir félagsins hjá Arka? Já, hjá Arka voru 127 miljónir. Svo hér erum við næstum með þrefaldan margfaldar á hreinum eignum, eða þú veist bara, þetta er bókvært eigið fé. En hvað var EBITDAn? EBITDAn, maður sjá, nú er ég búin að missa þetta út hjá mér. Sko, þú sagði 365 og eigið fé, bókvært eigið fé 127. Hver í helvítinu er að verðmeta út frá því? Það er bara eitthvað viðmiðun. Hvað heit þetta? Arka EHF? Arka Hilsuvörur EHF. Arka, ég fer í þetta. En svo eru fleiri fyrirtæki sem hafa keyptu þetta síðustu 10 árin eins og Selkirinn Búr, Reykjavík Spirits. Já, en Djúpalón, þú ætti nú að geta að lesa úr því hvað er keyptu það á. Þeir eru með að bókvært allavega á. Já, EBITDAn er 42, geta að vera að sé að borga svo mikið fyrir þetta? Já, 365, það er fakt. 8,7 sinnum EBITDA. Já, okkur ekki. En þau eiga bara þetta dótturfélag þarna Djúpanes sem ég fer í Djúpalón sem ég fer í á eftir, en mér varst áhvert að sjá þetta og viðskiptavildin er, þú veist, tilkomin vegna þessara kaupa og þetta lækkar auðvitað, þetta er svona 10% afskriftarleiðin sko. Þetta er ekki virðisrýrnunar prófið að ég best veit eins og fyrirtæki á markaði gera undir þessum bókhaldsreglum öllum sem að við ætlum ekki að fara út í hér. En óefnislega eignir samtals 405. Svo er að síðasti liður undir fastafjármunum, það eru áhættufjármunir og langtíma kröfur upp á 750 miljónir og þar sjáum við eignar hluti í dótturfélögum fyrir 669 miljónir og sko, já, eins og ég segi bara það er einungis þetta eina dótturfélag og þetta sko því ég flett upp tilkynningunni sko
félagið sérhæfis í innflutningi, sölu og dreifingu og sjávarfangi til fyrirtækja og verslana. Rétt. Já. En eins og ég segi, þetta stök eining djúpalón keypt fyrir 450 milljónir samkvæmt sjóðstreymi. Þannig að þar hefur það. Samkvæmt sjóðstreymi ársins í ár. Já. Það þú veist, hvort að það komi inn eitthvað á næsta ári veit ég ekki. En þú verður að kíkja á þetta ef þú vilt vita meira. Já. En það var allan það voru lagðar út 450 milljónir þessu ári fyrir kaupum. Herðu, svo hérna einnig eignarhlutur í öðrum félögum, svo kallað hlutdeildarfélag, það náttúrulega ekki dótturfyrirtæki og það heitir Ámundakinn EHF, Innes á einungis 1,29% þar. Herðu, svo það hérna síðasti liðurinn undir áhættu fjármunum og langtímakröfum, það eru lánveitingar fyrir 79 milljónir. Það er alveg sérstakt að sjá þetta undir fasta fjármunum og ég svona raun veit ekki alveg nákvæmlega hvað við erum að sjá hér. Býtu hvað? Lánveitingar? Já. Eru þau ekki að stofna banka? Ætlaðu ekki að fara að lána bara? Ég veit ekki að þú veist, maður sér þetta nú yfirleitt ekki undir. En sko það sem ég fór að velta fyrir mér, þetta yfirleitt við tengda aðila eða þú veist einhvers konar kröfur sko, en já, yfirleitt fært undir. Oft þetta í skammtímaskuldum sko. Já, ég ætla að segja það. Sammálaður því. En já. getur verið að þau sé að taka saman leik og bruggararnir, Ölgerinn og Vígulfell, þegar þú ert að opna bar þá færðu lánað eitthvað svona til að koma þér af stað. Já, mögulega. Eitthvað svoleiðis dæmi. Mögulega, sko. Veit ekki. Ég skal ekki segja, en allavega. Það er náttúrulega bara eitthvað klink í stóra samhenginu. Já, en sko hlutir, ég glemdi að nefna upphæðina hérna, þau eru með þetta smálán til starfsmanna, 15% vextir. Þau eru með hérna Ámundakinn, það sem sagt bókvært verðir ekki nema 1,9 milljón þar, svo það komið fram. En já, samtals áhættu fjármunir 750 milljónir og samtals fasta fjármunir 2,3 milljarðar og við lokum því hér með. Förum yfir í veltufjármuni og ég ætla að byrja bara á byrðunum þar, dempa mig beint í þær. Þær eru stærri en allir fastafjármunir til samans. Rúmir 2,7 milljarðar, takk fyrir. Og þetta er náttúrulega svakaleg byrðastaða. Við erum með meðalstöðu byrða, ef við tökum meðalstöðuna, eins og hún var í lok 2022 og svo lok 2023 og skeytum því svona meðaltalsútreikninga, þá er þetta 2 milljarðar 582 milljónir. Kostnaðarverð seldra vara tæpar 12, þannig að sko velturhæði byrða 4,64. Biðtími sem sagt svona 79 dagar. Þannig að þetta er alveg að rúlla hjá þeim sko. Já. Þetta er eiginlega hraðar en ég átti von á sko. Námála. En sko Millanir 4,5. Já. Ísam, Nathan og Olsen og Danól öll yfir 5 sko. Það er öll yfir 5? Já. Áhört. En ég meina þeir eru með svona, já, nei, ég ætla ekki að segja. Nei. Herðu, næstundi veltufjármunum sjáum við hérna viðskiptakröfur fyrir 1568 milljónir. Hér eru við náttúrulega komin í svakalega tölur, en svo sá ég þetta alveg forvitinlegt inn það. Þau eru að afskrifa tapaðar kröfur á árinu fyrir tæpa 12 milljónir. Þetta er bara laun fyrir heilt starfslutfall, sko, yfir árið. Þannig sem þau eru bara að afskrifa þessar 12 milljónir því að þær voru bara ekki greiddar. Þannig að já, þar vitið það. Áfram með veltufjármunni, aðra skammtímakröfur 48 milljónir, svo handbært fé fyrir 82 milljónir. Ekki hátala það. Nei. Þau liggja nú á drjúgum sjóðum. Já. Eða sko, þetta er í sjálfu sér sjóðurinn þeirra, en þetta eru þetta Er það ekki inn í Dalsnesinu? Jó, en þú veist, þá ertu að tala um hann. Það vantar pening, ringjum í Dalsnes. Færum úr einum vasa yfir í annan. Ég skal redda þessu, við ringjum bara í Dalsnes. Já, ég svo sem engar ágjur á þessu sko, en þetta er auðvitað, svo getur orðið í janúar, þú veist, þetta fer allt eftir sjóðstreymi bara. Sko, samtalsveltufjármunir 4,4 milljarðar, heildareignir 6,7. Svo er það skuldirnar, byrjum á tekjuskattskuldbindingu fyrir 163 milljónir. Svo er aðeins ein langtímaskuldina og það er langtímaskuld vegna kaupa á félagi, sléttar 100 milljónir þar og það er vegna djúpalóns, gerir ég ráð fyrir, en svo skýrist það út hérna í skammtímaskuldum af hverju það er ekkert lán í langtímaskuldum því að það virðist allt liggja á skammtímahliðinni eða lán fyrir 1,5 milljarð. Maður sér þetta nú alveg reglulega
ef að þó stórlega þetta verið allt greitt upp á næstu 12 mánuðum svo þetta lán ætti að mestu leyti heima undir langtímaskuldum en þetta oft sett svona fram nú við erum svo einnig með hérna 1,5 milljarð undir viðskiptaskuldum við erum aðra skammtímaskuldir fyrir 332 milljónir skuldir við tengda aðila 209 kemur reyndar aldrei fram nákvæmlega við hvaða félag þetta en hann mjög tengdur þetta eru systur og móðurfélag annarkvort sko svo erum við með hérna áætlaði skattar ársins 62 milljónir næsta árs afborgun langtímaskulda 50 og þá eru skammtímaskuldir upptaldar samtals 3,7 milljarðar og heildarskuldir 3,9 milljarðar það ekki örugglega rétt hjá mér? Jú 3,9 milljarðar og ég var einmitt að verifæ hérna Nathan Olsen með 204 tekið på starfsmann þannig að gerfigreindin hjá mér út að skýta fólk verður bara eiga við sig og ég eiga við mig teka til mig en þetta jólagjöfandi fólk bara leiðir þetta mig ekki betra að hafa gerfigreindina Magga Mix frekar klárt en herðu, skammtíma greiðslu hæfið ég nú reglulega farið í það og við erum með veltufjárhlutfall yfir ársnum 1,21 en svo leiðum við tökum byrðirnar út sem náttúrulega mjög þungur bara þungstærð inn í hérna veltufjármunum hjá þeim þá erum við komin niður í sko 0,46 svo kallar lausafjárhlutfall það var hugavert sko og svo reiðufjárhlutfall hérna 0,02 alltaf bara með 82 milljónir í handbært þannig að já, heildaskuldir samtals 3,9 milljarðar sem gerir 58,5% skuldahlutfall þannig að það svona þú veist, 60-40 gamla góða það svona 3-4 gír í þeim sko þannig að hérna já, svo það bara eigið fé sem að við lokum þessu með við erum með hlutafjö upp á tæpa 92 milljónir yfirverðsreikningur hlutafjár 367 milljónir lögbundi varasjóður 23 bundin hlutdeildarreikningur 69 og svo það skrimslið á efnahagsreikningnum óráðstafað eigið fé upp á 2 milljarða 234 milljónir takk fyrir, þannig að það er alveg svigrúm fyrir frekari argreiðslur þarna sko það líka gaman að sjá það þetta var ekki byggt bara á handafli það yfirverðsreikningurinn upp á 300 milljónir sem segur okkur vantarlega hvað verið lagt inn hérna í gegnum tíðina 367, já. Það hefur verið farið í hlutafjárreikningu Já, þannig að þetta ekki alltaf að dansa á rósum Nei, það hefur nú alveg þurft að leggja þarna inn sko Já, bara svona svo það komið fram Vestu 10 fyrsta árið, gekk vel en vöxturinn hefur líka kostað Já, hann hefur gert það Hann hefur gert það, blessaður Herðu, sko, við erum hérna eiginlega búin að fræða ársreiningi þá en þá erum við náttúrulega með fullt að djús frá þér sko eins og Fendimanskvarðan hvernig ertu búin að útfæra hann í dag? Sko, hann helviti erfiður þegar þú ert ekki með hérna eitthvað skráð Já, það er rétt hjá þér sko en þú útfærir alltaf eitthvað sniðut ég trúa þér í dag Já sko. Fendimans við þekkjum þetta við erum allir hlustendur auðvitað farnir að hérna, þekkja þetta vel ginger beer fyrir kvíðflippana var það ekki? Jú, það dett út hérna ertu alveg ég kannski aðeins svo mikið á hreyfingu ginger beer það að nýjasta? Hvað sagði Óttar að fyrir kvíðflippana? Já hvað sagði Óttar hvað? Nei, ekki neitt Nei, bara, þú veist, hann sagði Arnar, hér ertu komin í rollsin það er það sem hann sagði Arnar, hér ertu komin í rollsin í tónikinu En sko, ég fór nýja leiðir í dag með Fendimanskvarðan og ég bað að fá greiningu á þessu markaði og það var nú einfallega þannig að Ísam eru standa fremstil meðal jafninga þegar kemur að hérna álagningu hæstir þar Innes betri heldur en Nathan Olsen og Milan tekið på starfsmann Innes revenue is moderate Þannig að þeir skilið einn hérna ginn tóning þar Það eitthvað í gangi hérna ég var að færa hérna Byrju, gera þetta aftur Nei, það eitthvað skrítið Sko, nei, svo var ég með hérna inventory turnover greiningu Byrðarveltu hlutfall Og þar var það einmitt að Innes stendur fremstir meðal jafningi þar 4,4 Og langlegstir Leðilegt að við vorum aðeins búin að koma inn að það
Byrðar veltur hlutfall Já, það er Áttu ekki veltur hraða byrða? Jú, inventory Það er 4,64 Samkvæmt Magga Mix GPT Já, Maggi með allt upp á 10 hérna. Svo var ég með hérna framlöð per starfsmann og það var þetta nú kannski, ég hefði átt að vera bara með 1 kvarða þetta var alveg mikið Þú hefði átt að sleppa ræktinni Já, þetta var alveg mikið þannig að í framhald af því þá ætla ég bara að fá mér 1 fentimanns og kannski hendi ykkur á Twitter eitthvað eitt úr þessu Líka fæst á öllum flottustu veitingahúsin landsins þannig að þið eru í nokkuð örugum höndum þegar þið kaupið þetta inn verið með þetta yfir hátíðarnar ekki vera að bjóða upp á þetta tónik sull Nei, rósar límonaði fæst svona í plastinu sko Það var líka einn að segja við mig, þetta er fyrir connoisseur Já, sem er þá bara svona hefðamenni, connoisseur Já Takk fyrir það, herðu, svo viljum við minna auðvitað á kelduna líka Já Það er verðmat komið í fullt sving hjá þau núna Nú getur þú farið og fengið bara legit verðmat á fyrirtækið Já Auðvitað eru þau með verðmatið hérna í skal ég þér segja í áskriftinni sko Þú veist, þú getur farið og verðmetið fyrirtækið út frá svona fyrirfram gefnum forsendum Já Þetta er sérsniði verðmat Já, en þetta er sérsniði verðmat Fyrir okkur sem erum í áskrift þá virkar þetta þannig að þú getur farið inn og fengi bara svona létt sjóðstreymi ef þú ert með reikning sem styður það síðan 5 ár og svo EBITDA markvaldarar og virði eigin fjár þannig að ef við tökum hérna innes þá er virði fyrirtækisins 8,9 miljardar gefið út frá því að þetta sé EV to EBITDA markvaldar upp á 12,3 Já Sá markvaldari kemur úr smiðu Kitta sem er búin að vera að safna þessum upplýsingum kaup og sölu heildsala hér á landi og úr alþjóðlegum gagnagrunni Demeritarian vinna þíns Damodara Já, en hitt, ég fekk kynningu á hérna sérsniðna verðmatinu og það gengur skrefinu lengra ég held að þeir lofi að þetta sé tilbúið innan við 2 dögum Já, þetta er bara faglega unnið verðmat það er bara þannig Já, og þetta er Excel-skjal á sterum en með samanburðargreiningu á markanum ísattflokkun fyrir aðra í sama geira og allan fjandana þannig að þú ert með góðan djús þarna eða þú ert í sölu hugleggingum alltaf vera með verðmat fyrst Þökkum keldunni kærlega fyrir samstarfið sömuleiðis Fentimans Já en sko, til samanburðar hérna svo við drögum þetta saman eins og við erum vanir Já Nú er ég ekki sérfræðingur í heildsölu rekstri en það sem að ég svona, þú veist, auðvitað það er augljóst að þetta er frábælega reki fyrirtæki, það vantar ekki það hefur gengið gríðarlega vel og það er alltaf uppleið þarna en ég er að bíða eftir og ég mun fylgjast með því á vaktinni hjá keldunni bara EBITDA framleiðinni þegar hún fyrir upp aftur Já, það bara hlýtur að gerast ég trúi ekki öðru nema með þessu nýja húsnæði þetta dýrt í leigu, næstu í milljarður en þetta hérna vöruhús og sko þessar línur allar, þetta er alveg störlað þetta er algjört þetta er bara algjört, ég vissi ekki að þetta væri til á Íslandi sko 20 ára meðaltali er 6% þannig þetta er aðeins búið að underperforma Hvað segir, 20%? 20 ára meðaltal Já Nei, fyrir ekki hérna til 2011, 12 ára Já er 6% EBITDA framleið Það er 6, já En þú veist, þau eru 4, 5 Hvað gefur 2024 okkur? Já, það Eitthvað rosalegt Ég verð spenntur að sjá það, sko Hvað kallaði það Magnús Óla? Magnús Við verðum eiginlega kalla eftir því að fá hérna að koma í heimsón til Innes Já Því að þú, sko, ég veit að þú elskar svona Ég hef aldrei verið einhver sérstakur fan En svo horfði ég á þetta myndband Ég hef bara, þú veist, mér langar bara að fara og gista þarna Ég er með geðbila svona iðnaðarblæti Já, ég veit það Að fá að fara inn í eitthvað vöruhús Ég hef verið svona eins og einhver ágætis fylgihlutur bara svona Stíplur Ég er rosalega stíplugall Já, stíplur Mér finnst ógeðslega gaman á stíplum Og svo hérna skipin hafa aldrei náð mér En að fara inn í góða fiskvinnslu Já, þú ert Eftir hvort það er ferskt, flatfiskur, verið að salta geðveikt og svona vöruhús, þetta er alveg draumurinn Framleiðsla, það var gaman hjá okkur upp í Ölgerð Nei, byrju upp í Ölgerð Þegar við fórum og hittum Olla Það er fárlega gaman Þegar við horfir inn í framleiðsluna og svona flöskur og hér og þar Ég reyndar hafði ansi gaman að því þegar við fórum í vettvangsferð til Dominos Já, Dominos, það var hann Og fórum með þetta í póstin líka á svona sætla minningar sko en þetta er eiginlega eitthvað svona þrepinu herra fyrir mér sko að koma inn í þetta, mér finnst það svo magnað eitthvað Ég held að þau myndu bara ekki þóra lappin í póstin og því að það mun bara blikna í sambörðu við það sem þau hafa hann En pósturinn var reynda flottur, það var mikið rými Mjög góður Heyrðu,
Já, ég held að við séum nú bara svona Alltaf gaman að fara í heimsókn. Eigum við að segja þetta gott í dag? Já, við verðum aftur með ykkur 27. og að öllum líkitum með frábæran gest. Já, nema nenni ekki koma. Nema hann ekki koma, við sjáum til, þetta eru samningsviðræður. Já. Það eru á viðkomst í. En kæri hlustendur, Addi og Iddi óska ykkur gleðilegra jóla. Gleðilegar hátíðar. Heilar hátíðakveður. Já. Og við verðum, eins og ég segi, aftur með ykkur eftir hátíðarnar. Rétt. En næsti ársreiningur vissulega á 9 ári. Þannig að við þökkum fyrir í dag. Kæru hlustendur, lifið heil. Gleðileg jól.